17. maí 1963 þá fórum við á Skagmastir á 82. gráðu norður, lentum þar á ísnum sem við höfum ekki hugmynd hvort það verið þykkur eða þunnur og þar hús, þetta heitir Brönnlundsfjörður. Já, þar hús sem þeir hafa verið þarna að grafa upp gamla rústir eftir eskimóana sko, sem hefur verið þarna nokkur 100 árum fyrr. Já. En það sem eiginlega skemmtilegt þessa sögu sko, að ég ekki alveg viss að þetta leyft í dag. Nei, að fara á lenda svona. Að fara á lenda svona, það skipt sér enginn að þetta, bara menn yfti bara öxlum, já. Og svo skeiði það að við sjáum ísinn hennar sem við lendum á, að við fundum stað þar sem var alveg brú upp að landi. Og við vorum hérna með, ég held, hátt í 3 tonna farangri. Og við fórum út á vélinni og löbbuðum móana. Og ég get trú að það hefði verið kílómetri upp að kofanum og töksurum svo bara vélinni. Þeir losnuðu þá við að flytja farangurinn sko. En þetta var svona eins og að fara á jeppa þetta var yfir hóla og hæðir en jarðvegurinn var alveg beinfrosinn þannig að það var engin hætt af því að skrúurnar færi að róta upp neinu sko. Og þá líka annað eins og þú varst að tala hérna á þessari breiddargráðu þá voru áttavitarnir orðnir gjörsamlega úr leik því þeir bara vöfruðum, við vorum þarna með þennan venjulega magnetíska og svo flögskeitt áttavita og hann vafraði bara til og frá og það var svona meira fyrir heppni að við fundum kofan sko. Já. Búin að ringsóla lengi þarna sko og sáum niður göt öðru hvoru sko. Já. Nei, þetta bara svona öðruvísi heldur en í dag sko. Já, þetta liðin tíð. Þetta liðin tíð.